Já, hlustendur góðir, það hér, bullandi, sístlandi tvíhöfði í fullum gangi og hér á eftir þá fáum við góðan gest, sjálfan doktor Gunnar, hann væntanlegur hér á eftir, en nú ætlum við að taka símann og spjalla aðeins við hlustendur sem vilja og það bara glóa allar línur, það eins og við manninn mælt. Góðan daginn. Já, góðan. Góðan daginn. Hvað svona liggur þér á hjarta? Svona vel, ekki gjörð. Umgjörð? Nei. Nei? Já, svona tal. Já, talið? Nei, meira svona eitthvað aðeins að það er sjálfstæðismenn. Já, ég skilði, pólitíkin sem við vorum í hinn pólitíska umræða sem... Nei. Kannski svona sko Skandinavía Evrópusambandið. Já, einmitt. Bandaríkin. Já. Alþjóðasamfélagið bara. Nei. Alls ekki. Nei. Ok. Svona nei, svo Brussel. Já. Brussel. Ákvarðanirnar sem eru Brussel, Washington. Já. Svona samskiptin. Anglia. Ha? Jóhannesarborg. Já, ok. Jóhannesarborg. Það er ekki Jóhannes. Ertu að tala svona þessi alþjóðlegu samskipti? Nei. Nei, sko svona þetta sko svona brú. Já, brúin á milli. Nei. Þessi hugafastlega brú, ekki það? Milli. Millibil. Já, millibilið þá á milli, hvað, einhver pólitískura skoðana kannski? Nei, ég veit ekki. Nei, nú er þetta eitthvað aðeins mis. Já, hvað það svona sem að, hver svona punkturinn í þessu sem? Sjálfstæðismenn. Já. Ekki svona. Sjálfstæðismenn, já. Og svo konur. Sjálfstæðiskonur? Nei. Já. Kannski svona hugsa. Ertu nokkuð að tala þá ESB eða eitthvað slíkt eða? Nei. Nei. Nei, meira svona sem þjóð. Já. Þjóð. Já, ákvarðanir sem við þurfum að taka sem þjóð. Nei. Viðbót. Ekki ert að tala viðbæturnar eða fyrirvarana við IceSafe samningana?
Jú. Já, ok. Já. Hvað viltu segja það? Uh, það er sko, það er sjálfstæðismenn, Einmitt. brú, Já. konur. Heyrðu, þú ert náttúrulega að tala brúnna sem að þarf að verða á milli stjórnar og stjórnarandstöðu í þessu mjög svo umdelda máli. Nei, Nei. ekki brú. Nei. Eða meira bíl. Brúabilið. Nei. Anarkistar. Já. Sem er svona bara Ertu kannski að segja að þeir séu brúin á milli í þessu máli? Netið. Já, menn líta nú þangað, daldið. Netið Séu ykkur að lausnir þar? gerir... Nei, ekki... Nei, það er Inter. Já. Maður orðin svona... Já, ég... En þetta svona pæling Já, meira... pælingin sem sé, lausnir. Nei, netið. Netið. Já, að lausnin felist í netinu. Nei, meira vanda svona, skilur það svona. Já. Svona, ekki laust, en meira vanda. Lausn á vanda? Nei. Nei. Það er leita að sig. Já. Þetta er flókið. Svona, nei. Já. Svona aldrei. Eða bara búið kannski. Já, einmitt. Já, þakka kærlega fyrir þetta sjónarmið. Ég þarf nú að hleypa fleiri hlustendum. Vildi bara svona meira svona deila þessu með okkur. Nei, svona varpa. Já, varpa þessu frá. Nei, svona leiða þetta fram. Nei, svona meira í svona kannski aðeins að svona misskilja tök. Já, mistök. Nei, er ekki alveg. Nei. Hérna, ég þakka kærlega fyrir þetta og það glóa hér alla línu. Ég held ég verði bara að hleypa öðrum hlustanda að. Vertu blessaður. Já, og þá er komið að næsta hlustanda. Góðan daginn. Já, góðan og blessaðan daginn. Jæja, góðan daginn. Jæja, hvað segir þið þá á þessum vindasama laugadegi? Jú, við erum nú bara nokkuð brattir. Já, ég hef nú hugsað það að ég var nú að hlusta á þarna umræðu ykkar og stjórnmálin. Já. Og maðurinn sem hringdi á þann hafði nú margt athyglisvert svona innlegg í þetta. Já. En ég segi alltaf, sko, við megum ekki
og vil bendi ykkur á það að við megum ekki týna okkur í þessari umræðu allri. Nei. Við verðum líka að sjá hinar komísku liðar í hversdagsleikanum. Já. Við megum aldrei verða svo meðvituð að við gleymum hinu komíska aspektífi í okkar daglegu tilveru. Já, þú ert kannski daldið að segja bara við hérna félagarnir og kannski bara týnt okkur daldið í umræðunni núna. Mér fannst það svolítið að við megum ekki, ég leitar ykkar félagana og til fjölmiðla, sérstaklega, til að veita, til að varpa fyrir mig ljósi á hinn komísku aspektífi í hlutlægum veruleika okkar. Já. Og ég var mjög komískt barn. Já, var það, já. Og svona hef alltaf haft svona tendensi eða tilhneigingu í komík. Já. Og það eru þessi litlu hlutir í okkar hversdagslega lífi sem lyfta sálinni komískan hátt, og mér langaði að deila með hlustendum og ykkur svona komískri sögur úr mínum hversdagsleika. Já, það var nú skemmtilegt að heyra. Til að láta hann að laga. Atvikið átti sér stað síðastliðna nótt. Já. Og ég hafði lagt mig til rekju og hafði fest svefn. Já. Svo vakna ég núna síðastliðna nótt rétt upp úr klukkan 3. Já. Og ég veit það vegna þess að ég leit á klukku sem ég með á náttborðshillunni hjá mér. Já. Og þá var hún rétt rúmlega svona 2-3 mínútur yfir 3. Já. Og ég vakna, og þetta ekki óvenjulegt vegna þess að ég á það til að vakna þetta leyti og þá til að kasta af mér það vægi. Já, einmitt. Sem nú gömul saga. Já. Ekki óvenjulegt og eflaust margir sem á svipuðum tíma eru að upplifa það sama og ég að vakna við það og að þurfa að kasta sér það vægi, og það er gott og blessað. Já. Það er öllurinn að missa það í rúmi. En það er önnur saga. Já. Það er önnur saga. Ég reis á fætur og fer á Selirni og leysi mín mál. Það er algjörlega á milli mín og Selirnis skálarinnar. Við tölum tungumál sem aðeins við tvö skiljum. Já, ég skil, já. Og svo fer ég inn í eldhús. Það er nú á neðri hæðinni hjá mér. Ég er með lítið Selirni uppi og svo er ég með eldhús niðri. Og ég geng þarna niður og inn í eldhús að mig grunnar einhverjum ákveðnum tilgangi. Nú, já. Svo kem ég inn í eldhús og staðnæmist þar. Þá er klukkan orðin 12 mínútur yfir 3 síðastliðna nótt. Ég stend þarna svo afglappi og miður í eldhúsgólfinu og þá er ég búin að steingleyma því af hverju ég fór inn í eldhús. Já. Og ég veit ekki annað en ég skelli hló þarna, og þá er ég náttúrulega þá er ég að sjá hina komísku hlið á sjálfu mér. Þá er eins og ég fari úr sjálfu mér. Já. Og ég stend svona álengdar og horfi á þennan afglapa sem stendur þarna miðju eldhúsgólfi og man ekki hvað hann var að gera. Og ég labbaði
aftur upp og lagðist upp og ég segi, ég ætla að gleyma þessari vitleysu bara. Já, Sofnaði aftur hlæjandi, bara yfir afglapanum sem ég get verið. já, En þetta gaf mér gleði. Þetta gaf mér já, gleði og því að meðan maður hlær, já, einmitt, þá er eins og það íti burti skýi af áhyggjum og öðru hversdagslegu. og ekki vanþörf á þessum síðustu og verstu tímum. Það sem við þurfum í litlum skömmtum er húmör. Já, komík. Komíkin er eins og sísonólið á matinn sem við matreiðum. Já, Og ég segi það, þegar ég síð mér bjúga og tek bjúga upp úr potti og setja á disk með kartöflumús og sker það svona eftir endur löngu, opna og læta rjúka vel úr því. Það er hversdagsleikin. Svo tek ég litla milsnu af aromat og rennir í honi rifuna. Það er komíkin. það er komíkin. Við megum ekki gleyma því. Nei, einmitt. Herðu, Við megum ekki týna okkur í þessari umræðu, þetta neikvæða og nákvæmlega. leiðinlega. Herðu, Þetta eru bara skilaboð frá gömlum afglapa sem vaknaði miðja nótt og mundi ekki hvað hann hét eða hver hann var. herðu, þakka þér kærlega fyrir þessa skemmtilegu sögu og ég bara, já, ertu blessaður. En það er kannski tími fyrir eina stutta ef að einhver hlustandi er með aðra svona skemmtisögu, ég veit það ekki, en ég ætla að hleypa hérna inn þriðja hlustandurum, við höfum nú ekki mikinn tíma í viðbót. Góðan daginn! Já, góðan og blessaðan daginn. Já, góðan Jæja, daginn. hvað segið þið þarna þá? Herðu allt svona ljómandi þakka Alveg mikið var hann skemmtilegur, þessi maður sem Já, ekki lítið. Ég hef nú sjálf lent í þessu, ég gaf nú ekki annað en bara skellt upp úr því ég hlustaði á hann. Ég hef lent alveg í nákvæmlega þessu sama. Nó, En hérna, það er nú, ég hringi nú í útvarpið vegna þess að ég ætla að lýsa eftir sokkabuxum. já, býttu nú við. Sokkabuxum segiru, Já. af hverju er hún að lýsa eftir sokkabuxum? Já, Ég er að lýsa eftir brúnum, sloggi sokkabuxum, já, svona ljósbrúnum. Já. Þannig var að ég fór aðeins út á lífið í gærkvöldi já, og hitti frá veitingastað, ég kunne ekki segja hvað hann hét, nei, og var þetta með nokkrum vinkonum mínum og svo var ég nú viðskila við þær og hitti þarna mann, já, hugulegan mann og ég mann og þú veist nú hvaða áhrif áfengið hefur á mann já, og það er svona, það slæfir minninguna stundum og ég hitti þarna mann og síðan fóru við nú þarna einhvert, ég held að það nú ekki farið heim til hans, ég held að það nú farið eitthvað annað nema sko, svo leið kvöldið og ég man að ég var eitthvað að dansa og hérna svo vakna ég bara heima í morgun og ég get ómögulega fundið sokkabuxum. Ég veit ekki hvað það er og helst rennir mig í grun að ég hafi gefið þessu manni þær. Ég veit ekki, ég bara mann það ekki og ég vil endilega biðja hann eða einhvern sem hefði hugsanlega orðið var við þetta. já, Ef hann gæti komið þessum buxum til skila. Þetta eru buxur sem ég kefti út í London. Þetta er sokkabuxum sem fást ekki hér. já. Svona er maður nú stundum mikið afglapi. að maður einhvern veginn Miðjanótt, miðjanótt Já, eins og kemur heim til sín og vaknar sokkabuxnarlausin. Ég var ennþá í kápunni. já, Ég vaknaði í morgun ennþá í kápunni en sokkabuxurnar. já, en, Og við skulum ekki tala um neitt sem var þar fyrir innan. nei, Þetta fara ekkert út í rásálma. nei, ok, sem sé, ef að einhver hérna aðili er með sokkabuksunar þínar, þá getur hann kannski haft samband við þáttum. Og kannski skilaboð til fólks, til hlustenda, fara úr sokkabuksunum áður en farið út að dansa. Þannig að það er komin öruglega með heim. Akkurat. Þakka þér kærlega fyrir þessa skemmtisögu. Já, mér langaði nú bara að deila þessu með ykkur, þetta er svona... Já,
bara Svona spögilegt, það er svona virkilega skemmtilegt. svona í hversdagsleikanum sem að... Ekki það verður vanþörf á, opið fyrir. ekki vanþörf á. Takk. Já, takk þér. Bless. Heyrðu, og með því ljúkum við nú síma tímanum að sinni. Við höldum áfram með þáttinn hér eftir þessi skilaboð.